Já, góðan daginn. Ég ætla að sýna þér hvernig við getum reddað svona myndum sem hafa misheppnast. Flassið trigger það ekki og myndin er dökk og hún er í rauninni ónothæf eins og hún er. En ég ætla að bjarga henni og ég ætla að nota hérna fyrirbæri denoise hérna í Lightroom. Skoðu myndina. Ég er búinn að gera nokkra stillingar hérna sem ég kóperaði af öðrum myndum, þannig að það er margt líkt með þessum stillingum sem eru á þessari mynd og svo næstu myndum. En ég ætla að bjarga þessari mynd. Ég ætla að keyra upp exposureið og ég næ að gera heila helling. Ég er búinn að keyra það alveg brjálæðislega mikið upp. Förum hærra. Svona. Lítur bara ágætlega út. Svona. Já. En það er hellingsnoise í myndinni. Séðu hérna niðri hægra megin. Noise er brjálæðislegt. Já, kannski ekki brjálæðislegt en slatti. Nú að því ég er búinn að keyra þessi mynd upp þá geta litinni verið dálítið off, þannig að ég ætla bara að gera hana svarthvíta. Og þá sést mjög augljóslega noise líka. En ég ætla að gera hana 16:9, ég ætla að gera þessa svarthvítu myndir sem eru dökkar, ég ætla að gera þær 16:9. Svona. Nú ætla ég að denoisa og við skulum skoða hvað áhrif það hefur. Ég vel denoise, hún er að hlaða núna inn stillingum og við skulum sjá hvernig þetta kemur út. Við sjáum fyrst noise eins og er og nú er hún búin að denoisa. Þannig að ég spella myndina þá sjáum við hvernig orginalin er, en svona er hún eftir að ég hef unnið eða látið tölvuna denoisa eða suða myndina þess að losna við þetta suð sem er í henni. Nú, hún var illa gróf þannig að ég ætla að keyra á 50. Gæti pröfa að fara aðeins neðar, ég fara ekki herra. Ég passa mig á því myndi þarf að vera verulega slæm til þess að ég fara herra en 50. Pröfum 35, sjá hvernig það kemur út. Aðeins svo gróft en þá, þannig að ég ætla að fara upp í 45. Sjá hvernig það kemur út. 45. Kemur betur út allavega. Ég ætla að fara upp í 50. Fyrir upp í 50 hérna. Og ég er nokkuð sáttur. Þá bara ger ég enhance og tölvan er að keyra þetta í gegn, tekur smá tíma. Ef þetta verður margar myndir, tækir þetta tölverðan tíma, en að því þetta er nú bara ein mynd, þá er hún ekkert opaslega lengi. Nú erum við búin að taka myndina og ég ætla að exporta henni, sjá strax hvernig hún kemur út. Export. Og ég ætla að láta henni heita þetta, nafni á henni og þetta eru stillingarnar, þannig ég vel export. Hún er nú ekki lengi að exporta henni, þannig ég ætla að kíkja á hana núna. Mappan fór hérna inn, kemur hérna neðst, opnum hana, hér er myndin og við skulum kíkja á hana hvernig hún lítur út. Hún kemur bara ágætlega út. Segð mér þá ef hún gæti ekki bara verið prenthæf. Hún er allavega skárri heldur en ef ég hefði haft noise-ið. Skoðum hvernig svona mynd hefði litið út ef að ég hefði ekki sett inn denoise. Afritum stillingarnar fyrir myndinni, þannig að hún verið svarthvít og í 16:9 forminu. Það er falleg mynd af bræðrunum og ég ætla að hafa hana svona. Exportum hana eins og hún er.
og ég ætla að nota stillingarnar. Þetta er nafnið á albúminu, þetta er nafnið á myndinni og við skulum sjá hvernig hann kemur út. Sjá, það er báðavaldar, ég ætla ekki velja, ég ætla bara að velja þessa einu mynd hérna, exportum henni. Og skoðum hvernig hún kemur út. Það er verið exportinni, þannig er hún komin og við skulum hafa kíkja á samanburð. Hérna er myndin á þess að ég hafi dínósað hana, en hér er síðan önnur mynd þar sem ég dínósaði. Við skulum dínósa þessa mynd, við skulum losna við suðið á þessari mynd, sjá hvernig hún kemur út. Veljum denoise. Séð á hárinu, þetta er dálítið mikið. En það er nú kannski, hárið er bara svona, við skulum keyra það niður í 45, sjá hvernig það kemur. En hans, það kannski munur ekki miklu þarna. 10% eða svo. Hún er dínósana. Og við skulum þá exportinni. Ítt á hægri hnappinn á myndinni og valdi export og export. Ég vil hafa hana með þessum stillingum. Export. Nú ég er búin að exporta annar mynd sem hefur þetta nákvæmlega sama nafn, þannig að ég ætla ekki yfirrit hana, ég ætla að velja unique names eða sérnafn fyrir þessa mynd. En sjáu hún er dálítið slétt. En hún er samt skárri heldur en orginalin. Kíkjum á munin. Hér er hún án þess að hafa sett inn dínóstillinguna. Og hérna er dínóstillingin komin. Ok, hann er dálítið gervilegur hann Guðjón hérna. Þetta er dálítið mjúkt. En hún er samt miklu skárri heldur en ef hún væri með dínósið. Ekki með dínósið. Hann er dálítið mjúkur þarna. En myndin er ekki alslæm. Ok, takk fyrir.